Við skulum skoða nánar spádóminn krossinn í 4. Mósebók, kafla 21. Við skulum skoða 4. Mósebók, kafla 21, vers 4. Ísraelsmenn héldu frá Hórfjalli í átt til Sefafsins til þess að sneiða hjá Edómslandi. En þolinmæði fólksins þraut á leiðinni. Vers 5. Og það tók að tala gegn Guði og Mós. Hvers vegna leidduð þið okkur upp frá Egyptalandi til að deyja í eyðimörkinni? Hér hvorki brauð né vatn og okkur býður við þessu léttmeti. Þá sendi Drottinn eitraða höggorma gegn fólkinu. Þeir bitu fólkið og margir Ísraelsmenn dóu. Fólkið kom þá til Mós og sagði: Við höfum syndgað vegna þess að við höfum talað gegn Drottni og þér. Bið þú til Drottins svo að hann sendi höggormana burt frá okkur. Þá bað Móse fyrir fólkinu og Drottinn sagði við Mós: Gerðu höggorm og settu hann á stöng. Sérhver sem hefur verið bitinn skal horfa til hans og halda lífi. Móse bjó þá til eirorm og setti á stöng. Þegar höggormur beit mann og maðurinn horfði til eirormsins hélt hann lífi. Bjargaði eysnákurinn Ísraelsmönnum? Ef eysnákurinn bjargaði Ísraelsmönnum, myndu þá ekki öll heimili í dag búa til eysnáka og líta á hann til að læknast þegar þau væru veik? Þetta myndi aldrei gerast. Ef Guð sagði ekki: Hver sem horfir á eysnákinn mun lifa, gætu þeir þá lifað jafnvel þótt þeir smíðuðu eysnákinn og horfðu á hann 100 eða 1000 sinnum. Hver uppspretta kraftarins sem læknaði Ísraelsmenn sem voru bitnir af eitruðum snákum? Vegna orðs Guðs: Hver sem horfir á eysnákinn mun lifa, lifðu Ísraelsmenn við að horfa á hann. Það væri tilgangslaust og gagnslaust fyrir þá að horfa á eysnákinn 1000 sinnum ef slíkt orð kæmi ekki frá Guði. Engu að síður, þar sem menn eru svo heimskir, eru þeir ómeðvitaðir ósýnilega orku Guðs. Þeir tilbáðu og þjónuðu eysnákinum í næstum 1000 ár og sögðu: Eysnákurinn bjargaði okkur. Við skulum fletta upp í síðari konungabók kafla 18, vers 1. Á 3. stjórnarári Hóse Elasonar Ísraelskonungs varð Hiskía Akason Júdakonungur. Hann var 25 ára þegar hann varð konungur og ríkti 29 ár í Jerúsalem. Móðir hans hét Abi og var Sakaríadóttir. Hann gerði það sem rétt var í augum Drottins, alveg eins og Davíð, forfaðir hans. Það var hann sem afnam fórnarhæðirnar, braut merkisteinana og hjó niður Asérustólpana. Hann braut einnig eirorminn sem Móse hafði gert, en allt til þess tíma höfðu Ísraelsmenn fært honum reykelsisfórnir. Þetta eirormurinn sem Móse hafði gjört. Tími Hiskía var það bil 1000 árum eftir tíma Móse. Þangað til þá tilbáðu Ísraelsmenn eysnákinn. Hvað gerði Hiskía? Hann braut það í bita. Og var hann nefndur Nehústan. Vers 5. Hiskía treysti Drottni, Guði Ísraels. Enginn var honum líkur meðal konunga Júda, hvorki fyrr né síðar. Hann var Drottni handgenginn og vék ekki frá honum. Hann hlýddi boðum þeim sem Drottinn hafði lagt fyrir Móse. Þess vegna var Drottinn með honum svo að honum lánaðist allt sem hann tók sér fyrir hendur. Það ekki gott að hann losaði sig við Nehústan, eirorminn? Í Nýja testamentinu tengdi Jesús þetta við málefni krossins. Höldum áfram með Jóhannesarguspjall, kafla 3, vers 12. Ef þér trúið eigi þegar ég ræði við yður jarðnesk efni, hvernig skildu þér þá trúa ég ræði við yður hinn himnesku? Enginn hefur stigið upp til himins nema sá steig niður frá himni, mannsonurinn. Og eins og Móse hóf upp höggorminn í eyðimörkinni, þannig á mannsonurinn að verða upphafinn. Hvað lyfti hann upp? Hvers konar höggorm lyfti Móse upp? Það var eirormurinn. Eins og Móse hóf upp höggorminn í eyðimörkinni, hvar á mannsonurinn að verða upphafinn? Eirormurinn var lyft upp á stöng og Jesús var lyft upp á krossin. Eins og Móse lyfti upp höggorminn í eyðimörkinni, þannig á mannsonurinn að verða upphafinn.
Jesús kom til jarðar fyrir 2000 árum og var krossfestur. Hefur krossinn sjálfur mátt til að bæta fyrir syndir okkar? Hvað frelsaði okkur frá syndum okkar og gaf okkur náð friðþægingar? Er það ekki hið dýrmæta blóð Jesú Krists? Jafnvel þótt blóðið hafi verið úthellt með öðrum hætti en með krossinum, þá er blóð hans dýrmætt, við þurfum ekki krossinn til fyrirgefningar synda okkar. Ísraelsmenn lögðu orð Guðs til hliðar, þegar þér horfið á það, munu þér lifa. Þeir tilbáðu og þjónuðu koparorminum, sem var ekkert annað en verkfæri, í meira en 1000 ár. Hvað tilbiðja trúaðir í heiminum í dag undir yfirskyni hins dýrmæta blóðs Jesú Krists? Þeir bera kross sem hálsmenn, setja hann efst á kirkjuna og grafa hann á prédikunarstólinn og vegginn. Með þessu eru þeir að tilbiðja krossin. Á dögum Hiskía konungs, þegar hann hafði endurreist páskalambið, braut hann koparorminn í sundur. Hann hlaut mikið lof frá Guði. Allt starf Gamla testamentisins er skuggi. Atburðirnir sem gerast í Nýja testamentinu eru veruleikinn. Það er sama tenging á milli fólksins sem tilba koparorminn og fólksins sem tilbiður krossin. Þess vegna vakir Guð yfir okkur með atvikinu koparorminn, að rétt eins og Hiskía konungur braut koparorminn í sundur, þá er krossin skurðgoð sem þarf að brjóta.